Leiðin að lausninni einstaklingsbundin og heildræn, en það þó óhætt að segja að þegar kemur að því að stuðla góðri efnaskiptaheilsu blóðsykur og streitustjórnun í algjöru lykilhlutverki. Og kíkjum aðeins nánar á blóðsykurstjórn og mataræði. Við leggjum áherslu á að takmarka óþarfa streituvalda eins og sykur og skyndibita og velja næringaríka og uppbyggilega orku. Þegar þú getur, veldu mat sem þú sérð hvaðan kemur og hefur helst engan eða mjög stuttan lista yfir innihaldsefni og helst efni sem þú þekkir. Þegar við skiljum betur hvaða upplýsingar leynast í matnum, getum við betur metið hvort maturinn sé líklegur til að þjóna þér og þínu markmiðum. Hér eru nokkur atriði. Próteinrík matvæli eins og kjöt, fiskur, kjúklingur og egg styðja við efnilega efnaskiptaheilsu með því að tempra blóðsykursveiflur og miðla setu og sátt. Við gerum okkar besta og setjum prótein í aðalhlutverk. Þau eru okkur lífsnauðsynleg til uppbyggingar og viðhalds. Fiturík matvæli veita okkur stöðuga orku og hjálpa við upptöku næringarefna. Þau stuðla að hormónajafnvægi og heilbrigðu bólgusvari. Almennt ekki þörf á sneiða hjá fitu í sínu náttúrulega formi eins og í mjólkurvörum, í dýraafurðum og til dæmis kaldpressuð ólífuolía, en það ágætt að reyna að forðast mikið magn af gjörunnum fræolíum. Skynsöm kolvetni í mataræðinu lykill að góðri blóðsykurstjórnun og þar með efnaskiptaheilsu. Þá eigum við flókin trefjarík kolvetni eins og blómkál eða brokkólí sem að auka setu og næra heilbrigða þarmaflóru. Takmarka sykur og fínunum kolvetni eins og skyndibita, morgunkorn, brauð og bakkelsi. Þetta eru dæmi gjörunninn mat sem hækkar blóðsykurinn hratt og meira heldur en við kærum okkur um. Einnig ef markmiðið að bæta efnaskiptaheilsu, þá gæti við þurft að draga úr magni sterkjuríkra matvæla, en það eru eins og hrísgrjón, kartöflur og pasta. En gott ráð að enda máltíðina á þeim matvælum til að draga úr áhrifum á blóðsykurinn. Fleiri hjálplegir ráð eins og að nota tímabundna föstur, smá eplaedik fyrir kolvetnaríka máltíð, byrja á grænmetinu, fara í göngutúr eftir máltíð, drekka vel og tyggja matinn í ró og næði geta hjálpa til við að rétta efnaskiptin af. Og það er rétt að taka það fram að það eru fleiri atriði sem spila hér inn í góða efnaskiptaheilsu og það eru alltaf að taka með inn í reikninginn og það eru þegar við horfum á heildræna heilsu eins og birta og svefngæði, streitustigið, hreyfingin og svo umhverfis- og efnasúpan sem við búum við. Til að byrja með þó mjög gott fyrsta skref að setja réttar áherslur á blóðsykurstjórn því þannig sjáum við oft mikinn árangur og fljótlega fer maður að endurheimta orkuna og heilsuna sem henni fylgir.